Lúðvík XIV. Árið 1680 voru Parísarbúar 450.000 talsins. Í Austurríki næfðu tignarlegir turnar Bastillunar. Þar var einnig Lúvrhöll, en síðan tóku við engi, tún og akrar. Konungur réði lögum og lofum, einræðið var algjört, utanríkisþjónustan var óspör og franskt gull, herinn var sterkur og sigursæll, Nýmegen-sáttmálinn gerði Lúðvík XIV að voldugasta þjóðhöfðingja Evrópu. Sól konungsins stóð í hádegi stað. Svona. Hei. Hvað er að gera? Það er ekkert hægt að gera. Ykkur er nær að segja lækni auðlandin ykkar. Já, húsbóndi. Húsbóndi minn er að deyja. Flýtið þér að sannist mjög alvarlega. Flýtið þér. Jæja. Ég beði þér reyna að bjarga kærum húsbónda mínum. Ég skal athuga málið. Hvað gengur á hérna? Hvað? Í Guðs bænum bjargi honum, hann má ekki deyja, eitthvað lítur að vera til ráða. Ekki, hann má ekki deyja. Húsbóndi minn, gerið eitthvað. Gerið eitthvað. Gerið eitthvað, gerið eitthvað. Ekki yfirgefa hann. Jæja. Ég lifi í voninni. Guð blessi þér, Guð blessi þér, Guð blessi þér. Ég pakka við, hvað er? Jæja. Vaknaðu nú og sættu Pétur ekki veitir af. Ég þangað. Þeir verða að flýta sér. Þeir mega ekki láta húsbóndan deyja. Næsti. Farðu á fætur og komdu. Hvað gengur á? Ég er heldur að hressast. Já, hann er hólpinn. Sjá nú til, já. Nú. Hvað segir taflan, já? Satúrnus, nýrun, já, einmitt. Gjörðu svo vel. Fyrir veitta þjónust. Árið 1680 er byggingavinnu í Versölum nærri lokið. 20 árum áður hafði konungi sviðið það sárt að hljóta íburðarmikla viðtökur hjá fjármálaráðherra sínum, Fouquet. Þá hét hann sjálfum sér verðugum bústað. Aðeins lengra til vinstri. Nei, aðeins lengra til hægri. Nei, aðeins lengra, já, býðu, já, svona, þetta er ágætt, mjög gott. 1661 voru Versalir aðeins veiðihús út í mýri. Þar áttu Lúðvík XIV athvarf,
6 árum síðar stóð það reisulegt hús. Þá ákvað Laveau að skapa umgjörð bygginguna. Höllin verður gersemi, herra. Hún vekur öfund allra. Málarinn Le Brun sá allar innanhúsgreytingar. Nei, þetta svo dauflegt. Hér vantar lit. Já, ég er bara blátt. Nei, hvað þetta? Le Nôtre skipulagði garðana og brátt leysti Hardouin Mansart Laveau af hólmi. Sólkonungurinn bjóð þá enn í Louvre-höll, nærri þegnum sínum. Það féll honum illa. Hraðar, við verðum að bjarga húsbóndanum. Hraðar, áfram, hérna, svona á hérna. Stað, já, áfram hérna, já. Hérna, áfram, nei, stopp. Hérna, Þannig gerist þetta, kæri vinnur. Er það ekki með ólíkinn? Fljót. Hérna, hraðar, gerið það, hérna. Áfram. Já, hvað? Hér er hann. Ykkurinn sem er hérna, já. Þarna er hann, já. Ég er í öngum mínum, hér hafa engin ráð dugað. Hvaða meðferð hefur verið reynd? Engum blóðtaka. Blóðtaka. Svona, blóðtaka. Blóðtaka, segi ég. Hvað borðar sjúklingurinn? Ekki neitt. Hvað þá? Hann borðar næstum ekkert. Það segi ég það. Já, ég skil, já, við erum í sammála um að breyta því öllu saman, já. Við reynum þetta. Blóðtaka. Nei, Jú. nei, Jú. Nei, Jú. nei. Víst. Jú. Svona, hafðu þetta. Þetta skal ég launa þér. Bærilega gengur það. Það er frábæra hjúkrun. Hjálpið mér félagar, komið hingað. Handsami þennan mann. Svona, í skammakrókin með þig. Nei. Enga óþekkt svo. Drekkið þetta. Eftir dálitla hvíld verðið þér stálslegin. Við skulum koma, drengir. Ég kveð þá að sinni. Hvað er þetta? Sem eru afleitir ökumenn. Hvað átti þetta að þýða? Ég átti réttinn. Ég trúi þess ekki. Ég kom frá hægri og þú áttir að víkja. Þú áttir að víkja, drengur. Allt í lagi. Við verðum að gera skýrslu. Takk. Jæja, ertu að koma úr sveitinni, kunningi? Umferðin er alveg óþolandi.
frú, hafið þér áhuga? Já. Kemur ekki til greina þið fáið ekkert, nú nókomni, heyrið það? Hægan. Reynið betur, prins. Heyrðu, ég heiti Palli, hvað heitir þú? Ég er aumur syndari. Skilaðu mér þá peningunum, þá verður ekki saumur. Vöndu vinna, vanir menn, ég ríf tennur alveg sársaukalaust. Ó, æ. Alveg sársaukalaust, alveg sársaukalaust. Með töfraliði mínu verða menn ungir í annað sinn. Þið kæðan reyna. Mér líður vel. Flottari, svikari, stoppu, læknir. Hérna, hann þetta og þetta og þetta og þetta. Já, hafðu þetta. Varð ykkur bámenn konungs. Varð ykkur. Hvað er nú? Vegavinna. Hafið nú hraðan á, okkur liggur lífið á. Slakað á félagi, nú eru tíminn, við vinnum. Andartak. Ég lagði hann í 3 mínútur. Hvað gengur á hér? Þið komast ekki upp með móðurgjöf sambönd. Æ. Ég er í rétti, Hvaða læti eru í ykkur? Bara til hægri og þú eru að minna það. Þú varst ökkur í ykkur, ég bullandi árita, ég svona áfram niður með. Hanna nú. Þarna er hann. Þann 7. maí 1682 var flutt frá Louvre til Versala sem nýlokið var við. Hirðin, ráðherrarnir, 1000 skrifarar og starfsmenn umkringdu kónginn. Allt þetta fólk var vant því að fylgja hans hátign milli halla landið. Flakka var milli Vincennes, Fontainebleau, Saint-Germain og Chambord. Það er bráðnauðsynlegt að færa sig milli staða svo hægt sé að þrífa annað veifið. Flýtið ykkur nú áfram með smjörið, ég fer á taugum. Fljótt, við förum á taugum, allt saman. Flýtið ykkur, ég fer á taugum. Já. Svona áfram með smjörið, áfram. Þetta gengur ekki neitt. Ég fer á taugum. Veröndóttur. Komdu með það. Þetta var vasinn minn. Öðru máli gegndi Versali. Lúðvík mundi vel fonduppreisnina og hve einveldi hans hafði þá verið ógnað. Það var kænskubragð hans að krefja samfelldra nærveru hirðmanna sína við Versali. Þar bjuggu 3000 manns og baráttu þeirra hylli konungs hélt þeim við efnið. Svona nú, já. Bíðu nú við, já. Við skulum sjá. Já. Já. Hald ég nú. Jú. Já, þetta tókst. Nú, það hlýtur að takast bráðum. Úlala! Hann á eftir að sprengja allt í loft upp. Meistari, hinn tigni sjúklingur eða við fáið þau til Versala. Nei, ég fer hvergi. Það er að segja, aurarnir kæmi þessum vesalingum er. Jæja þá, í þetta sinn. Ég skal sjá hvað ég get gert. Nei, ég er með allt sem ég þarf. Nei. Frakkland skipaði svipaðan sess í hugum manna og Aþena og Róm gerðu til forna.
enda keftust listamenn hirðarinnar við að lofsyngja konung og gera frægðan sem mesta. Svo vel vildi til að meðal listamanna þessa skeiðs var margt snillinga. Descartes, Pascal, Molière, La Fontaine, Boileau, La Bruyère, Fruit de Sévigné og Boussou og Racine. Og Lully sá tónlistina. Nei, ég vil þetta ekki. Atsis. Jú, takið þetta inn, þetta gott. Ég vil fá að vera í friði. Atsis. Sportar á kortuduft með söksuðum blaðlauk. Yður verður gott af þessu. Nei. Atsis. Nei, ert þú komin aftur? Burt með þetta. Hverju? Láttu mig það. Svona já. Svona já. Nú batnar yður. Svona. Ha. Jæja. Jæja, loksins. Bakið á mér. Nýrun. Kakalaka döft, geithafusblóð og sportdrekkaolía. Við þvagsýrugigt þarf móðurmjólk og ylvolga mikum. Móðurmjólk og volga mikju í einum grænum. Sólin var merki Lúðvíks 14. Henni fylgdi goðsögnin sólguðinn. Ólympsguðir urðu þannig yrkisefni alls myndmáls Versala. Og já, Lúðvík sigurvegari. Lúðvík drottnari Ólympsfjalls. Hann taldi sig konung á guðsnáð og hirðmenn lofsungan óspart. Konungur einangraðist frá heimi sem var að breytast. Árið 1683 vann Sobieski Póllandskonungur, bandamaður Frakka, sigur á Tyrkjum, bandamönnum Frakka, við Vín. Tyrkir höfðu haldið Austurríkiskeisara í skefjum, en nú óx honum ásmegin á ný. Þetta sama ár létust María Teresa og Colbert. Til allrar ógæfu tóku Fruit de Matignon og Louvois við af þeim. Veislunni lauk þegar frúin birtist á vettfangi. Hún hafði aðeins áhuga á trúrækni og stjórnmálum. Öllum til mikillar furðu gerðist Lúðvík nú ofsartrúarmaður. Hann fyrirskipaði afnám trúfrelsis árið 1685. Þá settu mótmælendur ofsóknum að nýju. Þeir flýðu land þúsundum saman, einkum þeir dugmestu og lánsömustu. Eldur! Konungur hlaut ómælt lof fyrir þetta guðrækilega framtak. Við það mistu Frakkar marga nýta þegna og fjandmenn þeirra fengu liðsauka. Slíkt gjald þröngsýninnar. Lúðvík 14. lýsti því yfir að þegnunum væri alltaf hollast að hlýða. Ill skást væri að hafast ekkert að og þola jafnvel óstjórn slæms konungs, en það gæti enginn dæmt konunga annar guð. Á fætur nú! Kæriðu þur ekki árbít? Nei. Jæja, jú. Mér kalt. Rotta! Hvílík lykt, mín kæra. Hérna, góði minn. Var ykkur? Hvernig líður honum? Ég fæ mér eitt grafan á kránni svo með hlýni. Viltu ekki skrifa undir? Gjörðu svo vel. Komdu og sestu, kunningi. Ég býð, komdu, vinnur. Hörðu mig!
Þú yrðir laglegasti hermaður. Finnst þér? Já, þú skrifar bara hér undir. Sá ég einn? Gerðu það endilega, já. Þakka þér fyrir. Einn til. Já, gjörðu svo vel. Drekkum með honum, þá vaknar traust hans. Hann skrifar undir núna. Skrifaðu nú. Nei. Já. Bravo. Drífum okkur nú heim. Þið eru meiri þorskauðsarnir. Hægri, vinstri. Þeir eru alveg sljóir. Lítið á mig, gerðu eins og ég, grasastnar. Eins og ég, sagði ég. Nei, ekki þetta, ég meint. Uli, Bjáni. Fyrir klaufaskap konungs komst Vilhjálmur af Óraníu andstæðingur hans til valda. Brátt var öll Evrópa saminuð gegn Lúðvík. Það áraði illa nokkra vetur í röð. Eymd manna varð gífurleg. Hermenn konungs voru aðframkomnir og reyndu að draga fram lífið á hrjóstrugri jörð. Á örfáum mánuðum lést 1/10 landsmanna. Eftir stutt vopnahlé í aldarlok blossaði ófríður upp að nýju eftir þjóðhöfðingjaskipti á Spáni. Niður með konunginn, niður með harðstjórann. Niður með hann. Konungur var vinalaus og einangraður í höll sinni. Hann hélt þó fast í draumára sína dýrð. Niður með konunginn, niður með harðstjórann. Drepum konunginn. Örlögin höguðu því svo til að sá sem kallaður var sólkonungur hlaut virðulegan dauðdaga. Árið 1711 drógu englendingar sig úr bandalaginu gegn Frökkum, enda óttuðust þeir samruna Austurríkis og Spánar. Allt þetta fólk. Æ. Já. Árið 1712 vann Villar Marskálkur óvæntan sigur við Denain. Heiðri Frakklands var borgið en verðið var hátt. Þetta ætti að gagnast. Já. Æ, ég er svo þreyttur. Þann 1. september 1715 lést Lúðvík XIV eftir 72 ára valdaskeið. Þar af var hann einráður í 54 ár. Þegnum hans létti við tíðindin. Margt hafði breyst frá því frönsk alþýða hafði hylt hinn unga konung. Lúðvík leit ávallt á sig sem tákn Frakklands og hampaði því óspart, jafnvel þegar á móti blés. Taumlaus þrá hans eftir dýrð og frama svipti hann skilningi á veruleikanum. Hann sá ekki eymd þjóðar sinnar né uppgang Prússlands. Hann sá ekki hvernig englendingum tókst að koma í veg fyrir að Spánverjar gengju til liðs við Austurríkismenn eða Frakka sem létu þeim eftir aðgang að Ameríku og Kanada. Eftir stendur ljómi franskar listar þess tíma. Í allri Evrópu kepptust menn við að líka eftir henni. Schönbrunn í Austurríki, Dronningholm í Svíþjóð, Madrid og La Granja á Spáni, Péturshöll og Kofskovo í Rússlandi, Caserte á Ítalíu, Hampton Court í Englandi, Potsdam í Prússlandi og allur aðall Evrópu mælti og hugsaði á frönsku. Brátt mun einræði konunga víkja fyrir skynsemi og upplýsingaöldin ganga í garð. Þá öld boðuðu Racine, Pascal og Descartes. Og einnig mestu hugsuðir þess tíma, Spinoza, Leibniz og Newton.